Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég hvet alla til þess að fylgja hlaðvarpinu inn á Spotify, Apple eða þar sem þið eru og þá sjáu þið alltaf hvernig nýjasti þátturinn fyrir loftið. En í dag kom til mín alveg dásamleg stelpukona að nafni Lilja og við ræddum lífið og tilveruna. Við ræddum liðleika, hreyfigetu, lífsgæði, mikilvægi þess að hafa styrk, líkamlegan styrk. Við ræddum andlega og líkamlega heilsu. Við ræddum ADHD, það að setja sjálfum sér mörk og margt fleira. En Lilja er oft kölluð liðleika Lilja og hún er með alls konar námskeið. Hún þjálfar bæði börn og fullorðna, almenning og íþróttafólk og hjálpar einstaklingum að ná árangri og bæta heilsuna sína með aukinni hreyfigetu og styrk. En áður en við vindum okkur í viðtalið þá langar mig alveg svakalega að þakka mínum diggu samstarfsaðilum. En nýjasti samstarfsaðili minn er Virkja og Virkja er markþjálfunarskóli sem er með það motto að hjálpa fólki að virkja það allra besta í sjálfum sér og öðrum og að læra að beita markþjálfunar aðferðinni á sjálfan sig og aðra bæði eflir, styrkir og styður við vöxtinn hjá hverjum og einum sem koma í þetta nám. Þú getur bókað frítt 20 mínútna kynningaspjall á síðunu þeirra virkja.is og þau taka vel á móti þér. Síðan er það Spíran, en Spíran er bara minn uppáhalds veitingastæður. Ég mun aldrei skipta skoðun, það er eitt sem ég víst. Þar færðu heiðarlegan mat, allt elda frá grunni af mikilli ást. Þau nota gæðarhráefni, alls ekkert bull og þetta er matur sem nærir bæði líkama og sál. Netto, ég minni enn og aftur á jóla-app dagatalið. Ekki missa af frábærum afsláttum núna síðustu dagana fyrir jól. En þú getur fengið afslátt af ís og rjóma og humar og gosi og snakki. Þið munið að allt er gott í hófi og á jólunum þá á maður bara að njóta. Ekki vera að banna sér allt og endilega hlustið á þáttinn sem heitir Jólaheilsa. Til þess að aðeins fá smá áminningu. Ég tók hann upp í fyrra en hann á alveg jafnvel við núna þessi jól. Og að lokum er það heilsuhillan og vörur mánaðarins eru BioCult og Digest Gold og þetta eru vörur sem að hjálpa þér að styðja við heilbrigða þarmaflóru. Eins og ég nefndi daginn þá er þarmaflóran lykillinn að góðri heilsu og auðvitað er mikilvægt að borða bara hollan og góðan mat og borða alls konar svona súrkál og eitthvað sem að hjálpar til. En stundum þurfum við að taka góðgerla inn til þess bara að stilla þarmaflóruna af og kominni í rétt far. En við langar bara áður en við vindum okkur í viðtalið að þakka enn og aftur þessum diggu stuðningsaðilum. Þetta eru Netto, Virkja, Heilsuhillan og Spíran og bara takka enn og aftur fyrir að styðja við baki á mér og gera mig kleift að gera þessi hlaðvörp í hverju viku. Á móti mér situr Lilja Sigurgeirsdóttir, oftast nefnd liðleika Lilja. Ertu velkomin? Takk fyrir það. Geturðu sagt okkur eitthvað meira þig? Hver er Lilja? Já, ég var svona aðeins búin að reyna að undirbúa mig fyrir þessa spurningu. Ég er búin að heyra aðeins af frá öðrum viðmælendum hjá þér. Og já, svarið er í rauninni að pínu erfitt að lýsa mig kannski. En svona kannski fyrir utan það að vera, þú veist, mamma og eiginkona og allt þetta típiska. Þá svona, já, þú veist, ég er mjög ástríðufull og er, þú veist, mjög forvitin og svona áhugasöm fólk og svona öllu og svona sögu þeirra. Ég er svona frekar hjálpsöm sem er kannski stundum kannski aðeins svo langt að ég svona, mér finnst þess að ég þurfa að gefa ráði eða þú veist, og fæða að heyra fyrir úlingnum bara, mamma, þú þarft ekki alltaf að gefa eitthvað svona life lessons. Og ef ég sé eitthvað vera að kvenka sér í pottinum þá þarf ég alveg að hafa mig allavega við að vera ekki að, þú veist, hann er ekki að biðja hjálp, ég þarf ekki að vera leiðbeinunum eitthvað. Og já, ég er svona, þú veist, næm, viðkvæm og ég er mikil draumaramanneskja og svona, já, upptækjasöm en samt kannski líka svolítið rútínumanneskja. Ég ætla að með mikið keppniskap og ég get verið kannski svolítið fljót upp en ég líka mjög fljót niður.
og já, ég er svona, ég myndi kannski lýsa, ég hef stundum djóka með að lýsa mig eins og svona fiðrildi í boxi, að því ég er svona með svona smá litríkt spektró eða svona persónleikan, en svo er ég líka svolítið kassi, þú veist, ég á erfitt með breytingar og svona eða búið að plana eitthvað og veist mér svona, ætlum við ekki að gera þetta eða þú veist, hvað, ok, það er alveg svona núlstilla mig sko og er náttúrulega auðvitað stundum búin að búa til plön í hugunum að þess að kannski viðkomandi vita að því sko, þannig að og svo er ég svona samt einmitt svo mikið fyririldi, þannig að þetta er svona stundum stangast á svona þessir hlutir í mér sko. Svona, þannig að já, svo myndi ég svona, já, bara segja, þú veist, ég hef alltaf litið á mig sem svona fótboltastelpu og sjálfsmyndi mín hefur svolítið hefur greinlega bara svona svolítið myndast þarna sterkt þegar ég æfði fótbolta á yngri árum. Varstu lengi? Já, ég var alveg, þú veist, bara svona frá 6 ára og upp í fullari svona 24 ára. Já, vá, einmitt, ok. Þannig að maður svona mótaðist aðeins af því að vera íþróttamanneskjan og vera fótboltastelpa og mér fannst alveg erfitt að hætta út af því að hugsa svona hver er ég þá og svona hef fundið það mitt sko, hefur þetta passaði með mín börn og fleiri sem ég tala við að reyna að fólk kannski defæni sig ekki alveg sem veist, það sem þú æfir eða gerir af því að veist, það myndast stundum svolítið mikið tómleika tilfinning þegar fólk hættir eða þarf kannski að hætta á óvæntum aðstæðum og svoleiðis að reyna svona byggja upp sjálfsmyndina kannski aðeins á fleiri vegu þannig að svona já og svona já ég bara svona með, þú veist, þetta er sem ég segja, mér finnst þetta erfitt að lýsa mér því ég er svona með fullkomnar áhriftir samt ekki, ég er þú veist, mikið spontant en samt er ég bara algjör hræðslubúki þú veist, og mjög hvatvís en samt varkár og já, þannig að ég er svona þetta er kannski lengsta svarið hver maður er. Það er bara skemmtilegt og líka bara þú hefur greinlega pælt mikið í þessu. Já, bara sem andstæðum. Já, mikið pælt í þessum andstæðum sko, bara þetta fyllt mér lengi sko, að vera svona já, ég er með svo, hvað heitir þetta bara kontrastið í svo mörgu hjá mér er svona, stundu segir fólk við mig bara, er ekki bara, hvernig er að vera þú, veist bara stundum, það getur verið stundum flóki. Sko við hittum svona alltaf fyrir meira en ári síðan einhvern tíma þegar þú komst og varst með smá fræðslu fyrir nemendur mína. Já. Og svo sá ég fylgist ég alltaf með þér. Ég sá að þú settir á Facebook fyrir ekkert lengur, Instagram. Eitthvað svona dálítið post sem vakti athygli og þá hafði ég mitt samband við það aftur. Að geturðu sagt okkur bara aðeins frá því hvað var í gangi? Þú fórst til markþjálfa. Já. Var það út af því að þér fannst þú bara ekki ráða við allt sem var í gangi eða? Heyrðu, já, það var svona, sko ég er með svona, svona góða vinkonur sem ég svona talastundu við þegar maður er, þú veist, að ræða businessin og bara lífið og svona og hún var búin að vera minnast á við mig að fara til markþjálfa og ég var svona, já, alltaf svona hummið af mér svona því að eins og ég kannski nefndi við maður svona og ég sagði þessum posti líka að ég var kannski ekki meðvitað nákvæmlega hvað markþjálfi gerir og ég svona svolítið kannski einfalda þetta, bara markþjálfi sama sem hjálpa fólki að ná markmiðum og ég hef ekki verið mjög markmiðadrifin svona þannig í eðli mínu og svona mann finnst það stundum óþægt að segja upp á þetta sem að sé eitthvað metnaðarlaus eða eitthvað svoleiðis en það er svona stundum eins og hefur verið í gegnum ef ég er að búi til eitthvað markmið og setja eitthvað svona smart markmið og svona eins og ég gert í svona vinnu svo hefur maður kannski ekki náð markmiðunum og svona ég held með tímanum hef ég bara svolítið verið svona ég ætla að vera svona búin að ákveða að það sé kannski ástæðan fyrir að mér hefur svona ekki fundist markmiði vera, þú veist, skemmtileg. Já, þú sagðist það að fara í mótþróa við sjálfa. Já, einmitt. Þetta er svona svolítið skrítið. Maður fer svona eiginlega að vinna mótið sér í hausnum á sér sem er einmitt pínu skrítið að svona ef ég hef ákveðið eitthvað þá bara ger ég alls ekki eða gera ennþá meira hinu sem ég ætlaði ekki að gera eða þú veist og svona eins og ég veit ekki hvað það er svona eitthvað sem að hefur þetta bara svona stuða mig eitthvað svona ómikið svona þannig ég fer bara eitthvað í mótþróa og en svo lét ég til leiðast og að því að hún svona hálfpartinn svona bara bara prófaði þú veist þú bara ég sé svo fyrir mér að þú munir þú veist líða vel aðna og eitthvað og ég fer til markþjálfarans bara hugsaði bara ok þú veist ég ætla bara að fá hjálp við businessin þú veist bara þessu boltum allum sem ég er með í lofti og hvernig ég get svona skipulagt mig betur dagana mína og mér fannst ég kannski svona vantaði svona hjálp við að búi til ramma stundarskrá fyrir vikuna og svoleiðis og
og svo vissi ég raun ekkert alveg hvað ég ætla að gera, ég ákvað bara að prófa þetta og svo bara eftir fyrsta tíman þá svona einmitt eins og ég kom inn á þessum pósti þá svona stoppaði mig bara af þegar ég var að tala og bara, heyrðu, Lilja, hann er að gefa mig eitt greiða og ég bara, hvað? Andaðu og bara, já, ok og svo bara, nei, ég er að meðinda, núna tökum bara inn og út og ég já, ok, þú veist, og bara ég finn bara streita inn og allt er bara, þú veist, alveg í yfirsnúningi, þú veist, og bara búin að finna það á mér í síðustu tíma og þú veist, þessum og hún svona sá svona ákveðin rauð flögg hjá mér, ég var búin að svona lýsa hans fyrir henni daglega lífinu og svo leis og svona ég var búin að segja henni búin að vera eiga með svefn og hérna og ég ætla, eins og ég sagði hérna á henni upphæði þegar ég var að útskýra hver ég væri, að hérna er svona viðkvæm svolítið eðlisfari, þannig að alltaf verið svolítið stutt í grátin og það hefur oft pirrað mig mjög mikið svona gegnum bara árin, úlingsárun svona og vera ekki nógu töff sko get ekki, ég er bara eins og opin bók og það var fara að vera mitt svona ég gat valla sko hlustað á ef ykkur sagði mér eitthvað sem þá bara fór ég að fá kökk í hálsinn og kannski mitt hlusta okkur frétti eitthvað þá bara var ég bara að fara að gráta inn í eldhús og ég hugsaði okkur þetta er kannski aðeins svo mikið enn í góða sko og það er svona fór ég að rekja þetta í bara að ég væri komin svona kannski í ómikla streitu og hún svona fór að sjá þessi teg á lofti og hérna bakkaði bara svolítið með mig og allir þessi svona viðskiptaboltar sem ég var með í lofti sem var uppalega ástæðan fyrir fótilinnar hún sagði mér bara svona leggjum það hans til hliðar og förum bara hans í hvernig getur þú einfaldað þú veist, líf þitt og hvað getur við gert bara þú veist, af því við erum ekkert að fara að vinna með businessin fyrir en að við þú veist, náum þér aðeins í gott, betra ástand svona. Já, þú ert að vinna bara í eigin rekstri? Já. Alveg? Ég er bara alveg í mínum eigin rekstri. Það er náttúrulega álag. Og það er bara álag út fyrir sig sko og svona lúmst álag líka sko, maður alltaf býr til álagi líka svolítið sjálfur í hausnum á sér og maður er alltaf í vinnunni maður á erfitt með að setja sér skilin á milli hvenær maður er í vinnunni og hvenær maður er bara aðeins að kíkja og aðeins að svara og aðeins að þetta en það er alltaf að toga af mér og svo er ég náttúrulega í þannig starfi að ég er þjálfari og er að gefa af mér þannig að maður er svona allan daginn að hjálpa og gefa af sér og vera hress og hérna og það er maður svolítið að tæma kannski sig sko á þess að maður fatti það og hérna hún svona hjálpaði mér svo brendanum alveg rosalega mikið og ég fór að breyta svona ákveðn hlutum í daglega lífinu og bara innan dagsins sem að mér fannst ég var bara ekki búin að fatta hvernig ég geti gert það og hún svona náði að spyrja mig bara ákveðn spurningar sem að náði svona að láta mig hugsa þetta aðeins öðruvísi og ég bara svona lítið dæmi bara svona ég fer alltaf í sund á hverjum degi og svona á 3 ára strák sem ég fer alltaf með í sund og það er bara svona regla hjá mér að fara í sund eftir vinnu og sækja hann fyrir mig sund og hérna svo fer ég 2 sinni í viku til foreldra minna og svona ákveð rútína sem gat svo samt fara að skapa ákveðna streitu því ég bara þurfti alltaf að fara í sund og svo fara til mömmu og pappa og hún bara af hverju, hvað með þetta sund þarftu alltaf að fara í sund daglega og hérna og þetta er bara eitthvað í mér sem maður být svona stundum í mig ég ætla bara, þetta er örugglega eitthvað svona bara vera góð mamma, fara í sund, gera eitthvað með barninu eftir vinnu, og hérna bara þetta litla atriði að sleppa kannski sundi og fara bara beinti með pappa allt í einu bara svona fann ég þvílíka létti bara, já ok hann er ekkert að biðja mig fyrir sund og eða það bara snúsi við, fara fyrst með pappa fara svo í sund og heim í staðan fyrir að gera þetta það er svona litli hlutir sem hún náða svona, hvernig getum við bara einfalda hluti sem þú vilt samt halda inni og ákvæmlega að droppa nokkrum boltum sem að ég var með í huga til að mér langaði að keyra á og hún bara svona einfalda líka svona reksturinn eða svona hvað ég myndi sinna í reksturinnum þannig að ég fór svona bara einblína meira bara á eitthvað 1-2 kannski og bara sleppti hinu og svo fór ég að sleppa því að fara til dæmis á kaffihús 2 sinni í viku til að vinna og svo því ég hafði bara 2 tíma til að vinna áður en ég fara að sækja og fór bara frekar að gera eitthvað fyrir sjálf mig, fór í gufu eða sund sjálf eða í rektina sem ég var ekki búin að gera og þessi litla breyting bara gerði allt sko því ég var alltaf upplegað nefnilega svolítið svona eftir ég var verið búin á kaffihúsinu eða mínu svona tölvuvinnu og þá byrjaði ég alltaf að finna svona þyngsli komið yfir mig og ég vissi ekkert af hverju það var bara eitthvað væri ekki búið og því að náttúrulega listin er ótæmandi þannig að maður svona kannski
var ekki kannski nú, maður setti kannski aðeins mikla kröfu, maður kannski með allan listan uppi í staðan fyrir að setja bara eitthvað tvennt á listan og þannig maður er ofta að upplifa eftir vinnudaginn kannski fyrst mér svona að maður er einhvern veginn ekki búinn og það maður þarf einhvern veginn að ná þessum svona þetta er fínt í dag, þú veist, og ég gerði og henni fannst ég svona kannski svo fljóta að vera með svipin á sér, þú veist, en hún var líka að hjálpa mér að breyta þess hvernig ég tala við sjálf á mig. Sýnaði mér að mildi. Já, og hún sagði mér bara, það er eitt sem ég vild bara, þú ef það er eitthvað sem þú takir út úr þessum tími bara þessi setninga, þú sýnir þér meira mildi, alveg eins og þú varst að segja. Og þetta er svona, mann finnst þetta svona klísja og maður heyrir þetta svo oft og þetta er orðið þannig að þetta er orðið bara svona hugtak sem að, hvað þýðir þetta eiginlega? Þú veist, sýnir sér mildi, en þú veist, af því maður heyrir þetta bara svo mikið en svo þegar maður raunverulega spá í, þá er þetta svona þessi litlu hlutir eins og ég sagði við hann að ég var eitthvað tímann fór í eitthvað svona kvíða því ég ákvað að gera eitthvað eitt í staðan fyrir eitthvað annað og svo var ég eitthvað svegt út að því ég var fyrst búin að ákvað að gera hitt og eitthvað svona en hún sagði byrju en okkur snýr ekki hugsunni við að hugsa hvað ég glöði gerði þetta því að þú veist en ég frekar í ég ætlaði þú veist ég svegst eða það er örugglega mjög algengt. Já, svona hún er svona búin að vera að kenna mér aðeins svona eitthvað sem maður veit sem er að finna í þessu og hún er að kenna mér hluti sem að ég er stundum að segja aðra sem er líka ennþá finnara ég er að segja öðrum að sína sem mildi og ég er að kenna öðrum öndunaræfingar sko þú veist, svo maður sjálfur bara eins og kleina sko markþjálfun er nefnilega svo flott við vitum alltaf svörin innra með okkur markþjálfun er raun og verið bara að draga þau upp á okkur það fyndi sko og svo maður situr maður þetta bara vá, ég vissi þetta, þú veist en ég hvernig vissi þetta ekki, en samt var þetta eins og þú veist að segja og bara svona lætur mann, spyr mann spurningar sem maður spyr sig kannski í hálfu en maður fer ekki allir inn en hún alltaf býður eftir svara því þú ert með svona ykkur fram að þig og svona þá fer maður að þurfa að spá í þessum hlutum bara hvað getur þú gert til að ná betri heilsu og hún sagði bara við mig þú veist ef þetta heldur áfram svona þá það er bara ég veit ekki hvort sé vikur eða mánuður eða hvað það er þú veist en þá myndu lenda á vegg og þá getur þú lengi að jafna þig og sagði bara þú veist, ef það kemur eitthvað eitt upp á sem er kannski svolítið eitthvað áfallega eitthvað, þá getur verið þú eigi bara ekkert inni fyrir því. Akkurat. Og svona, ég er svona ákveðið mitt að taka þetta núna í fyrsta sinn til mín alveg. Ég hitti því þarna fyrir árið síðan, þá vorum við aðeins að ræða þetta og maður er svona búin að vera með þetta bak við eyrun. Ég hef alltaf svona bounce back einhvern veginn. En svo núna held ég að þetta svona, þú veist, þessi rauði flöggur svo óskir, mann finnst maður alltaf bara svona, hvað er þessi rauði flögg líka, þú veist, er þetta ekki allir svona, líður mig öllum svona, þú veist. Þannig núna fór ég svona aðeins, ok, ég þarf að taka marka á þessu, þú veist, ég get ekki tekið sensin á þessu lengur því að, eins og hún sagði bara, hvað verður businessin þegar, þú veist, þá er náttúrulega tapið öllu, þannig að maður þarf svolítið að svona, ok, tekið þetta föstum tökum. En svo er oft bara erfitt þegar það er gaman, af því að þú er gaman í því sem þú ert að gera, þá er erfiðar að sjá þessu rauðuflögg. Já, ég held að það sé mjög rétt og svona ástríðufullu fyrir, þú veist, maður sér eitthvað senda sér post og svo maður er svona líka glaður eitthvað sér að sína áhuga og senda sér og maður vill svara og finnst það gaman og það skiptir ekki máli klokk þú veist, ég mitt fekk einu svona svar frá konu á laugardagskvöldi, guð, ég ætlaðist alls ekki til þú sem myndi svara mér í dag, núna í kvöld af því að, þú veist, hún var bara eitthvað að senda og ég bara mætt bara, þú veist, 10:30 á laugardagskvöldi svarinni sem er náttúrulega bara absurd, sko. Ertu orðin betri í þessu þá? Já, svona aðeins, sko, en ég held samt ég hafi mitt svara í gær, sko. En þú veist, ég er svona aðeins að því að svo er þetta líka svo þegar maður er með ADHD, þetta er líka að þú veist ekki, þú keyrir svolítið áfram og svo fattaru. Þannig að maður þarf alltaf að vera svona bremsi og taka stöðutjekk, þú veist, er ég að gera þetta? Því að maður segir já og já og já við alls konar áðans að kannski fatta maður sé og mikið í fangi. Þannig að svona stundum er þetta líka bara svona vani og hvatvísi og maður svona eitthvað svona sem tekur svolítið tíma að venja sig af en ég er svona meira farin að svona, nei, þetta má bíða og það er engin heima þessu núna bara hvenær er þetta Lilja að senda mér bara klukkan kortir yfir 7 á föstudegi, það er engin að bíða eftir mig, sko. Og eins og segir, þetta er skemmtilegt og svo er maður einn að standa í þessu þannig að maður er svona, maður finnst allt standa og falla með sér og maður alltaf fengi frá kannski nánustu svona, viltu ekki, hefur þú hugsað að breyta, vilja mér bara vel, sko, þú veist, finnst ég vera kannski ómikið í harki og svona, þannig að maður er líka svona, nei, þetta text, sko, þú veist, þannig að maður er líka með keppniskapi í þessu, sko, láta þetta ganga og þannig að maður getur alveg farið og langt með sig, sko, og það sem svona stakk mig kannski mest er kannski að svo börnin mín, stelpunni og sögðu bara, þú veist, alltaf í tölvunni og ég bara nei, ekkert alltaf í tölvunni
og maður minn horfði á mig bara svona ok, Ég greip nefnilega sjálf á daginn, ég Já. svolítið mikið akkurat eins og þú að því Já. að maður er mest í degið, sko. Já. Það er bara einhvern veginn. þetta er bara svo gaman og bara Mhm. ég hef tíma núna og þú veist, þetta er ekki eitthvað svona nú þarf ég að fara að leysa þetta bókhaldsverkefni, þetta er meira bara svona, þetta er bara skemmtilegt og svo er mitt eitthvað svona einu sinni varst alltaf svo við vorum alltaf að gera eitthvað eða þú veist, þú veist alltaf svo þreytt og ég bara ég er svo skemmtileg, eða þú veist hvað er að tala um, eða þú veist, maður verður svolítið blindur líka og þegar mitt makinn mann, hann hefur náttúrulega oft bent mig á svipað hlut og markþjálfari sagði en maður svolítið svona Öðruvísi að heyra það frá já, bara einhverjum svolítið öðruvísi að heyra það ókunnum. sko bara, heyri, þú þekkir þetta ekkert þú ert ekkert í þínu eigin og svona og bara, svo þegar mitt þriðji aðili segir þetta þekkjum ekki neitt, þá svona, óbætti sér hún þetta á mér, þú veist bara, ok, þetta lítur að sjást bara utan á mér eða eitthvað, þannig að þetta er bara mjög góð reynsla að fara til hennar og mér langar bara að fara að læra markþjálfun núna eins og ég var með svona fordóma fyrir þeim á sko. Ég er einmitt að fara, sko, því ég er búin að læra heilsumarkþjálfun, Já, en ég er að fara í janúar í, í nám í Virkja, sem er Já. nýju samstarfsaðalega minn oh hérna. my god, spennt Hlaðvarpinu. Ég Ég held að sé ennþá googlaði tvölaus blás. ég sá mitt, sko, ég googlaði þetta og held ég að við séð það var að byrja í janúar og þá sagði þetta við manni minn, hann sagði bara Lilja, akkur þegar við erum að reyna að vinda ofan það þá bara skráði ég eitthvað nám ég bara, já, við getum svona sér til, en þú veist, þetta er bara mitt, ég held að þetta getur hjálpa manni Já, þetta er rosa mikið hjálpa sjálfsvinna. öllum. Ég er bara sjálfsvinni á sama tíma og maður getur náða að hjálpa öðrum Algjörlega nefnilega. En að því þú varst að tala að þú nefndir ADHD. Já. Finnst þér það hafa hjálpað þér á marga vegu, þú veist, að því að með vera pínukvætvís og skapandi að vera í einrekstri, eða finnst þér líka eitthvað hamlandi? Já, mér finnst kannski eins og það sé svolítið að tvennu, bara eða svona, ekki að tvennu illu, en svona, já, það er tvær hliðar á þessu. Hvað sem hjálpa manni auðvitað stundum að ég bara keyri kannski eitthvað á stað og bara svona, ég ætla bara að gera þetta núna í dag, bara og keyri ykkur auglýsingaloftu og allt í nú bara gerist eitthvað og ég kannski, ég ætla bara að taka upp núna eitthvað svona eitthvað content og bara gera það og það er bara, ég er ekki alltaf að ofhugsa allt svoleiðis og þannig að hvað sem kemur stundum vel inn þar en svo finnst mér eins og það hái mér með skipulag til að eins og tölvuvinnan og annað svona, af því að maður er ekki með stundatöflu en maður er samt með stundatöflu og það henda mér ekki að vinna 9-5 en það henda mér samt ekki að vera ekki með struktúr þú veist, maður þarf alltaf ykkur ramma og svona þessi ég held kannski að því að ég veit ekki hvort þessi allir með ADHD með taugakerfi svona sem er aðeins út þannig maður er svona hefur heyrt að maður er svona aðeins með þandari taugar og svona styttra í kvíða og svona ofhugsanir og þannig að það getur svolítið kannski líka verið ekki þægilegt í þessum business að vera þannig sko en svona en svo, já, finnst þetta svona bara svona svolítið beggja blands en kannski, ég hef kannski frekar aftar mér ef ég á að segja svo miða við kannski stöðuna síðustu árið, en ég svo gæti það vera allt annað kannski eftir 1 ár af því að núna er ég náttúrulega búin að vera að kljást við svolítið svona kvíða og streitu og svona imposter syndromi, maður er að byrja nýju og svona er þetta að fara að ganga, allir að fara að fatta ég veit ekki neitt og þú veist allt þetta, þannig að það hefur svona og það fylgir náttúrulega mjög mikið ADHD, það er þessar svona intrusive thoughts og hugsanir og svona en svo kannski þegar ég kom inn í mér jafnvægi, þegar ég hef búin að lenda þess í þessum business og svona vinna í mér og fann að skilja mörkin og svona, þá getur vel verið að þetta fara að hafa meiri kreatív áhrif, eins og ef ég fer aftur inn í markþjálfun tala þetta við mig, því að ég var að segja við hann að mér finnst þetta allt innu bara svo erfitt að hugsa vikuna hvað ég ætti að gera í tímunum, þú veist, og venjulega náði ég bara kannski ákvað það bara on the spot eða á leiðinni eða eitthvað, en ég var búin að vera með svona eins og ritstýplu og þá var hún að tala þetta að streitan hún lokar bara alveg á þetta skapandi hugsun og ég tengdi svo rosalega við það bara að þetta var akkurat á þannig tíma þessi 2 vikur sem að ég var hjá henni þarna þegar hún nefndi þetta sem voru svolítið svona búin að vera erfar hjá mér og þá bara, þú veist, það meikar þetta sens, þetta er náttúrulega bara í eðlinu okkar þannig að ég hef svona vonum að ég nái að
nota þetta að vinna meira með mér með tímanum, þú veist, og auðvitað þetta stundum fyndi, ég kann ekki að telja skilur, þeir gera alltaf grína mér strákarnir í tímanum sko, því ég er alltaf bara, þú veist, erum við sett 1, eða 3 eða 5 og þú veist, og ég kannski að telja 5 x 5, 6 skilur og svo bara, þú veist, og já, og þú veist, þannig að þetta getur líka bara verið fyndið, þú veist, og það er svona kannski hluti að ADHD-inu sko, sem er svolítið humorist sko líka, að maður er svona, maður getur bara svona allt í einu svona út og eitthvað svona, en það er bara mjög, þeir þekkja mig vel og bara, þú veist, bara hafa bara gaman að þessu sko. En ég man, þú sendið mér einhvern tímann skilaboð eftir að þátturinn ADHD og heilsu kom út með henni Önnutöru. Akkurat. Þú hafði náða einhvern veginn að taka til þín eitthvað sem hún var að segja. En mjög margt sko, sem ég muni ykkur dæmi, en maður fekk mörg aha-momentin sko. Ég man, ég gæti rissa þessu upp, ég skrifaði náttúrulega niður bara, ég stoppaði bara, ég var að hlusta á þetta fyrst í bílnum og svo var ég bara, ég þarf bara glósaði niður, ég bara glósaði að því mér fannst þetta svo skemmt áhugavert sko. En það er bara svo það sem ég fannst það sem ég fyrst skipti máli í þessar umræðum ADHD núna er umræðan sem maður sér á kannski samfélagsmiðlum og í fréttunum bara, reynilega líka svona, allir eru með ADHD og það er endalausar fréttur að við séum að setja marga á lyf og maður fann að hálfgerð svona, þú veist, skamma sín eða svona, maður fer að fá imposter syndrom fyrir sínu eigin ADHD, sko. Og maður kannski lengi að koma sér í greininguna og þú veist, og þetta er alveg svona skref fyrir marga að gera þetta og svona. Og þetta, mér finnst það svona stundum skaðandi að því að, og ég hef svo oft lent í því að maður er kannski að tala við ykkur í kringu sig og það er svona, ég er bara, veist, maður er allir með ADHD, ég er náttúrulega varið mitt líka í gær, bara glemdi lyklunum í skránni og fór inn og maður er svona, já, mitt, þú veist, og fattar kannski ekki að, þú veist, það er ekki máli, sko, þú veist, það er ekki það sem er ástæðan fyrir við fyrir mig greiningu að því að maður glemdi flagkökun inn í fattaskáp og fann hana viku seinna eða kaffinu, maður alltaf hitt upp inn í örbylgjuofni og glemdi því líka inn í örbylgjuofninum, það er allt svona hluti sem er svona mitt bara fyndnir og eitthvað svona, maður getur haft gaman að þeim en maður alltaf fer fyrst og fremst í ástæðan fyrir því að fólk er með að þetta háir lífinu er náttúrulega sko miklu meira, þú veist, niðurrifið sem hefur orðið sér stað, kannski bara án sem maður fatti það frá því bara barnesku, að maður svona kannski var að klúra litlum hlutum, maður var að mæta á seint, maður var að gleyma takkaskonum, þú veist, heima, maður var að, þú veist, einhvern veginn alltaf eitthvað svona, þetta típist Lilja, þú veist, eitthvað svona og og þú veist, þetta er einhvern veginn svona að vera að upplifa að maður sé einhvern veginn alltaf að feila, þú veist og eitthvað vera kannski að þurfa að lesa hlutina 3 sinnum yfir með einhver annar gæti lesa 1 sinni yfir og svo, þú veist, er þetta einhvern veginn eins og með, þú veist, eins og ADHD og íþróttir til dæmis, eins og svo mikil breyting á mér sem dæmi, þess að krakki það var bara svona, var alltaf mikið hreyfiávirkni, þú veist, ég var alltaf bara kósveitt, bara lafmóð eftir æfingu, bara, þú veist, það var bara hlaupa eins og bara, veit ekki hvað, svo svona með, þegar maður verður úlingur þá koma hormónir inn og þá svona fer maður að fá svona meira svona ofpælingar og svona hugsanir og maður fer að fá framistöðukvíða og enginn náttúrulega þeim tíma eitthvað að spá í maður sem eitthvað ADHD og maður svona var hættur að þóra að fá boltan og vildi bara plísa ekki gefa mig sko, en maður var kannski búin að vera bara með þeim bestu árum undan svo allt innu bara þegar maður bara sýna ykkur alltaf hlið og maður verður kannski bara ótrúlega lélugur einn leik og svo ótrúlega góður hinn leik, maður er ekki með þetta jafnvægi og það er, ég held að það sé ótrúlega mikilvægt fyrir þjálfara að vera meðvitaður um þetta ef að þeir eru með börn með ADHD að þú veist, gefa þessu skilning sko, að það er, þú er kannski bara að frjósa því þú skammaði svo mikið fyrir að gera mistök sko og því þú ferði í svo ofhugsunir og framistöðukvíðan og svo kannski ertu komin aðeins eldri og þá eru verið að fara að útskýra ykkur leikkerfi og þú ert með ógreint ADHD og svona, þú veist, það er líka svona, vilt ekki spurja og þú veist, maður fer að þykjast skilja, þú veist, þetta er svo margt svona sem að, og maður þá maður bara alltaf að upplifa sér vitleysan og þú veist, sjálfstöðstuð náttúrulega bara fer niður fyrir það og svo lendur maður líka kannski í þessu samskiptavanda eins og maður er hvatvís, þannig að maður kannski
alltaf eitthvað fyndinn og segir eitthvað sem særir og maður kannski líka lendir því að ykkur eru búin að vera eins og bara alls það að hvísla og eitthvað, svo maður sjálfur sá sem að segir hlutin uppátt og þá er maður sjálfur skammaður en hinir sleppa og svona, það svo margt svona í ADHD sem að fólk kannski gerir sér ekki grein fyrir hvað þetta lýjandi, þú veist, en fólk náttúrulega veit kannski bara mest að þessu fyndna og skemmtilega sem en það er líka þetta svona, það ástæða fyrir að fyrir greiningu vill fá hjálpa þessu fyrst og fremst held ég andlega líðanin sko, svona til lengri tíma. Var það mikil breyting fyrir þig þegar þú fækst greiningu? Já, mér fannst rosalega mikil breyting á því að fá þessa svona þú veist, staðfesting já, bara. Og ég var náttúrulega bara 2020, þannig ég var orðin alveg, þú veist, þetta gömul sko, þannig að ég var mjög lengi með ógreint ADHD og þetta svo mikið sjálfsvinna að fara í greininguna, þá er svona, maður svona þarf að fara aftur í tíma, þarf að heimsækja litlu Lilju, maður þarf að heimsækja úlinginn sem að, þú veist, var það svolítið trúðurinn sko og svona aðeins að reyna að knúsa hana og þú veist, mér fannst þetta svona mjög gott upp að það að gera og sjá svona rauða þráðin líka í mörgu, í tengslu kannski við vina, þú veist, ég var, þú veist, maður var áttalega vinkonur en maður fannst svona maður var stundum að erfitt að fóta sig alveg í því, þú veist, og þá þú veist, þetta svona og maður vissi náttúrulega ekkert af þessu, þetta var ekki eins mikið rætt, sérstaklega ekki stelpur með ADHD, ég fekk skammi fyrir að ná aldrei að vera í röðinni, þú veist, ég var með kennari sem var með mjög svona, ég var alltaf að fara út fyrir röðina og svona kannski aðeins að tala í tímum eða eitthvað svona og var ekki nú vandvirk og eitthvað svona og svo, þú veist, var ég bara send út í frímundur í handavinnu, þú veist, af því ég var bara ekki að gera þessa handavinnu, eða þú veist, þannig að en það var ekkert verið að pæla að ég verið með ADHD, af því ég var líka svona, ég þoldi ekki að vera skömmu, þannig að maður var mikið var ekki til að lenda upp á kant eða, en svo hefur þetta áhrif á sko, eins og maður pæli mig með kennara, að ég líka alveg lendi að svona, að fá svona, eins og kennara svona aðeins að, ekki stríða mann, en svona, já, kannski svona, fekk kannski svolítið svona, eins og einu sinni fekk ég ef Lilja náði 7, þú veist, eitthvað svona. Þannig að, þú veist, maður kannski búin að vera alls konar svona litlir punktar í gegnum lífi sem að enginn kannski man eftir ykkur hló, eitthvað svona, en maður kannski búin að vera með þetta á sér, eða svona af og til, þannig að svona, þá fer þetta að taka kannski á, svo fer maður að eignast maður börn og fer að, þú veist, reyna að vanda sig þar og náttúrulega verður, þú veist, lífi verður erfæra, maður með fleiri verkefni og svona, þá náttúrulega fara enginn en aðeins meira að láta á sér sjá, sko, þess vegna held ég að sé ástæða fyrir allir sem fara í greiningu verðugt, þannig að það er alveg ástæða fyrir þessu, skilur, held ég að sé bara, við höfum kannski bara átt inni fyrir svona mörgum sem áttu eftir að fara í greiningu, af því að strákar voru alltaf fengu meiri greiningu, 5-6 tíma, sko, og þannig mér finnst stundum erfitt að heyra þessar umræði stundum að það er svona eins og við séum bara að leika okkur að þessu, sko, þú veist, að fara. En mér fannst þetta hjálpa mér mest í því að skilja sjálfum betur og fyrir aðra líka bara að, þú veist, ég ætla mjög heppið með fólki kringum mig, en það er líka bara ágætt að svona, þú veist, ég ekki viljandi að skilja alla skápuna eftir að opna, eða, þú veist, vaður einu í annað, eða, þú veist, eða svona. Þannig að, já, mér finnst það svona, já. En ef við förum yfir í liðleika, Lilju. Já, einmitt. Sko, ef við bara stóra spurningin, hvað er liðleiki? Já, sko, liðleiki er svona sem að ég, fólk ofta að hugsa með mitt liðleika, þú veist, bara flexibility. Svo er líka hreyfanleiki. Og svo er hreyfanleiki, já. Þannig að það sem að, í raun og veru, ég er að reyna, þú veist, það sem ég útskýri þessi aktífi hreyfanleiki versus svona passífum hreyfanleika. Og þú ert kannski með liðleika sem sýnir bara hversu langt þú kemst inn í einhverju stöðu, en ertu með hreyfanleika þar, ertu með styrkin í stöðunni. Ef svarið nei, þá svona spurning hversu vel nýtist hreyfanleikið, eða þessi liðleikið þér, hann nýtist kannski vel fyrir flotta pásu eða eitthvað svo leis, eða þú þarft kannski einhvern tímann að anda þig niður í einhverju stöðu og eitthvað svona, en það sem skiptir svona meira máli er þessi hreyfanleiki, þessi þú veist, active mobility. Og
og þá erum við, þess að segja, með kannski svo passive mobility sem þá þessi leiðleiki sem þú kemst, þú getur íttir í stöður, það sem svona utan að koma til afl að koma inn í stöðuna, hvað sem þú tógar inn í stöðuna, þú heldur fætininum uppi eða eitthvað svo leiðis og svo ertu með active mobility eða aktívan hreyfanleika þar sem að þú kemst sjálfur upp í stöðuna. Og svo ég að reyna að brúa svona minnka þetta bil hjá fólki. Þannig að það sé svona eigi meira inni af hreyfanleikanum sínum. Þannig að þú getur verið með mannesku sem mjög liðugur en svo bara sterkur í annarri gráðu, bara lengra inn í liðleikan en svona ekki að vinna með liðleikaðinn. Þannig að ég reyna að gera sterkar í 8 liðleikanum. Þannig að við förum inn í svona endreinstöður. Getur þetta ekki dæmi bara þannig að fólk skilji sem já, að hlusta? Akkurat. Ég var að mynda að hugsa núna, ég komið svolítið. Getur þetta ekki dæmi með einhver splitt eða eitthvað? Já, segjum bara til dæmis að þú takir fótiðinn, dansari, tekur fótinn sinn upp að eyra, bara tekur fótinn sinn út til hliðar og upp að eyra og það þá liðleikjan heldur því uppi, svona passífur hreyfileiki, svo sleppur hann fætinum og svo dettur fóturinn eitthvað x langt niður. Já. Þannig segjum að ná upp í 180 gráður, bara beint upp, þetta svo niður í 90 gráður, þá hann með aktívan hreyfanleika í 90 gráður og við myndum kannski vilja reyna þá brúa bilið þarna upp í 180 gráðunar ef að við komum til þarf á þessum hreyfanleika að halda. Þannig að skiptir líka máli hvað ert þú að gera fyrir þitt líf. Fótboltamanneskja, handboltamanneskja þarf auðvitað ekki að þurfa að tóa fótinn sinni upp að eyra en ykkur sem í sirkus eða hæ svona level af balletti eitthvað svona þarf þess og það svona samið mitt með kannski svo tókst dæmi með splittið ef að eins og ég fengi kannski 5 líka stúlkur sem að vilja bæta hjá sér splittið og það fara niður splitt í ná bara touchdownast niður í golf og svo byrja þær að athuga hvort það getur fara upp á tærnar á aftari fæti, tábergið og hælinn framan og reyna að halda sér í stöðunni. Þannig að þeir eru svífandi í splittinu. Án að leggjast niður í golf, án að þyngdaraflið bara slaka niður. En þá kannski geta þær ekki staði í þeirra stöðu og þá hækka ég þær upp og sjá línuna hvar þú nærða að vera halda þær sjálf og svo reynum við þá að styrkja viðkomandi niður. Þannig að verði sterkur líka í neðstu stöðu sem er mjög gott náttúrulega upp á að taka splittstökk og alls konar svoleiðis. Og þetta getur svona líka mitt hjálpa til með meðslættu og ert að reyna að styrkja þig í hreyfanleikunum þannig að þú sérst ekki með eitthvað ónýtanlegan liðleika sem að þú nærði ekkert að nota kannski í hreyfingunni og og þannig að þú ert kannski mitt að eins og liðleiki, þú ert kannski með jóga eða þú þarf kannski svolítið svona andaði inn í stöðunar og þess vegna mitt er kannski svo í jógatíma þá nær maður stundum lengra inn í stöður af því maður er búin að anda sig vel niður og svona, en maður vill kannski ekki þurfa að anda sig niður í stöðu óvænt. Þú vill kannski vera það sterkur inn í liðleikanum þannig að þú getur bara, hei, ég misti boltar sem er að rúla út í bílinn, ég get bara skotist niður og náði hann, ég þarf ekki anda í 5 sekúndur og svo aftur og hita mig upp og svo ætla ég að fara niður og eitthvað neginn, eða þú veist. Þannig raun og veru liðleiki, þú ert kannski pínu að segja að þetta séu bara lífsgæði. Já. Að geta gert hvað sem er, hvernig sem er. Það er bara nákvæmlega máli, bara þú veist, frelsið að geta gert það sem þú þarft að gera og það er svona það sem ástæðan fyrir fór út í þetta náttúrulega er það frelsið og fór að velja mér þessa átt í, þú veist, ég náttúrulega upphæðlega bara venjulegur engaþjálfari ef maður segir. Já, hvaðan kom þetta? Hvaðan kom þessi mikla áhuga á liðleika? Það var bara að ég var sjálf bara í ruglunu sko. Ég var sjálf bara í styrð og bara verið í fótbolta allt mitt líf og bara svo þar og eftir bara mikið að lyfta, fyrst mjög gaman öllu svona high intensity og djöflagangi og svoleiðis og náttúrulega bara enginn nennir að lyfta, að teygja, þetta er bara eitthvað sem er auka og ég var svo bara komin í svona meðaldra áhugamáli eins og þú veist að fara að labba á fjöll og eitthvað svona, fara í svona fjallgöngur, svona lengri göngur en hálendi og svona og fór bara eitthvað allt ína, ég er bara með eitthvað hnefesen, bara alltaf að drepast í njánum og bara minnistæðast er bara því ég var að fara yfir Fimmvörðuhálsinn eitt sumari með manninu mínum og við vorum í svona gönguhóp þar sem að voru svona, pínu kannski eldra fólk en ég með og mér fannst ég taka heldur margar nestispásur og ég var svona, heyrðu, þú veist, við Gunnir við fórum að vera hér bara, þú veist, allan dag eða hvað, þú veist, og hann bara, heyrðu, við erum í hóp, þetta er ekki keppni og svona alltaf aðeins að slaka í mér
og ég, þú veist, og ég svo bara endaði þannig að ég var bara orðin draghölt og vösku konurnar bara þú veist, labba fram hjá mér alveg bara, þetta er góðu og ég bara, og, þú veist, og ég bara haltrandi og ég mætti bara nýri skóa bara, þú veist, langt á eftir öllum, allir bara byrjar að borða því ég var bara að drepast inn hjá honum og út af engu svona eiginlega. Þannig að ég fór bara svona, ok, þetta er ekki frelsi, þú veist, ég var í svona, ef maður segir bara, kvót on kvót, bara besta formunu kannski svo út á við, eða svona maður hélt það kannski, en þá svo var ég bara alls ekki til besta formunu, þá fór ég að fatta mér, ok, þetta er náttúrulega spurningum meira en bara útlitið og eitthvað, þó maður vissalega að þetta sé heilsusamt, en þetta bara er svo pjúra, skiptir svo miklu máli að vera að æfa til að geta gert þessa hluti sem maður vil gera. Functional fitness. Já, svona functional fitness, functional mobility. Þannig að ég bara svona kveiknaði bara svona á peru og ég ætlaði að skrá mig í CrossFit, var búin að skoða það og senda post og eitthvað og svo var ég búin að heyra af Primal sem ég fór fyrst í og ákvað bara snúa, fara þangað og svona fór bara fá rosalega áhuga á þessu allir saman, bara þetta væri bara mín leið að fara inn í þetta og vera bara að hjálpa fólki að hei, eigum að, þú veist, hoppa upp á þarna, já, ég kem með en ekki bara, já, gefðu mig 6 vikur ég þarf aðeins að, þú veist, liðka mér öklana og styrkja mig baki og kori þú veist, hafa þetta frelsi til að gera það sem vil gera þannig að ég svona fór bara ólinn í því og fór bara að æfa mig líka, þú veist, að sleppaði að hafa tónlistir að æfa, fór að æfa mig mitt að hafa ekki spegla, þú veist, mér fannst það erfitt vera einhvern veginn ekki með spegla fyrir fram með, maður vanið því bara úr gimminu, svona reyna að hlusta bara á líkamann, bara hvað, þú veist, og ég er mjög taktlaus, ekki taktlaus kannski, en ég er svona ekki verið eitthvað svona brjálæslega góð í samhæfingu og náttúrulega bara fór í 1 5 tíma þegar ég var yngri, sko, og ég held bara svona, þú þetta ekki koma aftur nánast, sko, þannig ég var ekki með neitt svona grunn í mér og eins og segi, ég náði bara nánast rétt fyrir nýjan hnið, náði tærnar á mér, þannig að þetta var svona mikið challenge að fara í þessa leið, sko, en bara ótrúlega skemmtilegt og mér finnst ég svona búa af því að hafa verið svona styrð af því það skilji ég alltaf svo vel sem koma til mín bara I know veist, og þá veit ég bara líka að það er hægt að sko laga þetta því just, ef ég dett út sko ég þarf alltaf að vera að vinna í þessu veist, þetta er náttúrulega líka mjög genetist og líkams bygging og annað sem kemur hérna inn í ásamt svo náttúrulega bara að hvernig maður þjálfa sig sko þannig að ég er ekki svona eins og maður segir bara náttúrulega liðug skilur. Nei, þú þarft alveg að hafa fyrir því. Það er mjög mikið að hafa fyrir þessu og En er þetta ekki eitthvað sem tekur svolítið langan tíma að bæta liðleika, menn það gerist ekki frekar hratt? Nei, það svona er svolítið samt alveg hraðar en kannski fólk heldur. Okay. Það er, þú veist, þú getur alveg séð góða breytingar bara á 4 vikum ef þú ert, þú veist, duglegur og sinnir kannski að heimavinnunni og eitthvað svoleiðis, sko. Segjum bara einhver sem er að hlusta núna, nái ekki ef þú situr með bein og fætur fram, þá nærðu ekki tærnar. Nei, einmitt. Það er mjög algengt. Nú er ég að kenna jóga til dæmis í MH og það er alveg margir nemendur sem ná ekki tærnar. Akkurat. Hvað er þá besta leiðin fyrir þessa einstaklinga? Þarf maður að gera daglega? Já, þú veist, þetta er þarna er mitt, það var mörg á huga mitt, það er skemmtilegt að fá svona spurningar því að uppalega myndum að hugsa bara, þú veist, stuttur hamstring, þú veist, það er bara, en það er líka spurningum, þú veist, sem mjöðminna, hvernig getur þú loka mjöðminni og þannig að við þurftum að gera kannski æfingar fyrir hipflexorna, styrkja þá í styttingaferlunni, það er hipflexor mjaðma beygjuvöfðar þegar þú lyftir fætinum upp, þegar þú dregur hann tilbaka, þú veist, hipflexorn er alltaf að vinna og þegar þú ert náttúrulega að reyna að ná í tærnar þú ert að loka mjöðminni og stundum er það bara vandamáli, þú ert heldur og þú sést bara svo stífur aftan í læri þegar þú nær bara ekki að, þú veist, vöðvarnir bara eru ekki nú sterkir til að draga saman. Þannig maður það líka hugsa út frá fleiri vinklum, sko. Svo er summi stuttalappir, það er auðveldara sem er mjög langar lappir, það er mjög erfitt. Einmitt þú segir, já, líkamsbygging skiptir auðvitað líka svolítið máli en já, gera eitthvað smá hverjum degi og kannski líka gera það, ég vil ekki segja rétt, en svona eins og þú veist, eins og ég er að gera þetta með svona, við erum að taka styrk inn í teygjurnar og nýta svolítið svona taugakerfið í það, svona spennur af því að þú ert alltaf að áhrifa á taugakerfið, þetta er við erum ekki að taka vöðva og bara toga inn í sundur, við erum að láta taugakerfið senda boðum, þú veist, að slaka á svoleiðis, þannig að við nýtum okkur það í
í þessari liðleikaþjálfun, þannig að það er mjög margir sem koma stundum ekki með hangla í fyrsta tíma til mín, að því þeir halda þetta sé bara teygjutími og er svo löður sveittir, að því að þú veist, þeir eru búin að taka styrtaræfingar í raun og veru inn í þessu, þannig að við erum svona, þú veist, og ástæðan fyrir þessu er svo að líkaminn hann nemur styrk og hann vill náttúrulega bara alltaf vera öruggur í stöðunni og hann er alltaf að sjá að mynda stöðuleika og vera öruggur, þannig að ef við myndum styrk inn í stöðu þá hugsa hann, ok, þetta er ekki hættulegt, ég ætla að gefa eftir og þannig vinnum við inn, þannig myndum styrk inn í, eins og ég sagði áðan, svona endrin stöðferði þinn, bara hversu langt kemst í þessari stöðu, myndum styrk þar og svona vinnum okkur svona í ýmsum áttum þar og þetta er svona svipaði sem ég sagði með jógatíma, þú ert búin að koma eitthvað svona, þú ert búin að anda þig inn í og það er mjög mikið öndunótin í jóga, þannig að þú ert búin að róa taugakerfi sem að hleypa þér þá lengur í stöðunar. Þannig að við erum svona bara að reyna mitt að nýta taugakerfið í þessum og svona einmitt fara svolítið inn í það, hvað þarft þú fyrir þitt líf. Þú veist, eins og ef við erum með fótboltamannsku, hún kannski vill geta lyft fætinum upp og út í hliða til að taka múti bolta. Þú veist, eða gott að vera kannski með sterkan hipflexor, geta farið upp í flexum með mjöðumina, þú veist, og hérna til að gera það. Ef að við myndi kannski bara fara upp 70 gráður, myndi ekki ná upp í 90, þú veist, þá þarf líka mjög að kompensata vel fyrir, þú veist, hinnar gráðurna sem þarf til að taka múti boltanum, þannig að við erum svona að reyna að mæta kannski íþróttinni, þú veist, eins með kannski ykkur sem er í handbolta, öxlin er að fara mikið inn og útsnúning í kastinu, þú nær kannski að vera með góðan hreyfanleika þegar þú ert að svona kasta þér í eða með svona krafti, taka skot, þú veist, þá slengjur hendin aftur og slærið og þú nær kannski hreyfanleika, en svo kannski ert að miðast í öxlinni og það vantar þá kannski eitthvað styrk inn í þessum hreyfiáttum, inn í innsnúningnum, útsnúningnum, þó sért með hreyfanleikan í þeim, svona þarf að reyna að fara inn í þá er svo kannski tekt dæmi sem ykkur hlusta sem að mun eftir Zlatan Ibrahimović sem er fótboltamaður. Hann, þú veist, er mjög liðugur og það gat nýtt, hann, þú veist, það sá allir hvað það nýttist honum vel, hann var með bakgrunn í taekwondo. Þú veist, þannig að hann gat tekið mútið bolta mjög alls konar stöðum sem engin fótboltamaður var að gera á vellinum, sko. Hann að liðleika getur auðvitað gefið þér edds í íþróttinni og svo eins og ég hef fundið líka að þetta gefur líka að fara í þessum að þjálfun er svona, þetta eykur líkamsvitund. Akkurat. Sem að hjálpar bara með ótrúlega mikið í íþróttinni, bara með inn í tæknina, halda boltan nálægt sér ef ég tek aftur fótboltan, en bara með allt líka og vera svo veist með þú veist þess að ég er að taka líka svona hreyfiflæði með til að koma fólki að bara gera eitthvað annað en að hreyfa sig áfram og aftur og bak og þá er það líka með þessi líka svitund og taugakerfi að bregðast við aðeins öðru aðstæðum sem hjálpar það aftur í íþróttum en líka bara ef þú ert að labba og hrasar aðeins eða eitthvað í hálku og svona hafið þetta svona ekki bara að labba á malbygginu fram og aftur að þú maður svona reyna að augra taugakerfin að fara í hinar ýmsu áttir að því þú er kannski ekki alltaf fyrir framann rekkan í gymminu og taka fullkomna hnébegi, þú þarf kannski eitthvað að taka hnébegi bara í skrítinni stöðu upp á fjalli og því að eitthvað gerist lyftir kassa eitthvað þannig að hællin er ekki alltaf beinn og eitthvað og hérna við þurfum svolítið að mér langar svolítið einmitt að hjálpa til með að finna hvað þarf fyrir hvern og einn þú veist, svo er einhver sem er bara average, bara venjuleg manneskja sem að vanta bara líða betur og fólki virðist bara líða betur þegar það er búið að taka á þessu að auka hans hreyfileika sinn. Mér finnst nefnilega svo merkilegt að í allavega fjórum mjög nýlegum þáttum sem eru búin að koma út hjá mér hafa 4 menn nefnt að þeir hefði verið liðugri. Já. Eða, þú veist, og ég hugsaði bara, vá, nú er komið tíma að fá Lilju. Nú er komið tíma, geggjað. Og var það í tengslu við íþróttir eða bara alveg? Já, flest tengslu við íþróttir, sko. Af því þetta er náttúrulega, sko, þú kemst upp með, þú veist, svo sér kannski börn og þau liður, svo fara þau að stípna upp, langflest. Og kemst upp með það svona fyrstu árin og svo bara kemur kynþroskinin og hormónin breytast og þau fara að taka ykkur á vaxtakippi og þá fara meiðslin að gera svona vart við sig. Og það er stundum bara út af mitt svona miklum stífleika. Stundum er fólk eins og ég hef oft verið með bara börn sem er að bara drepast í hnjánum en það er samt ekkert að. Það bara losum aðeins betur lærin og allt inn losna á tóið hnéð. Er þetta oft bandvefurinn líka? Já, bara festingarnar, vöðufesting sem festast við hnéð og bara toga bara í og bara allt er komið í svona
tónlistarband við erum líka með þar og þetta einmitt, það hjálpar að þú hefur, hennan hreyfanleika þá ertu kemst í stöður á, það er svona eins og fyrir þess að meðslahættu ef þú ert með minna range of motion og svo ertu bara forsaður í eitthvað álag óvart bara í leik eða eitthvað, þá bara ertu ekki undirbúin undir það. Þannig svo maður kannski tekur dæmi ökla. Öklar eru oft eitthvað sem að fólk finnur er vesen hjá fólki, íþróttafólki og þú ert náttúrulega mistuð þig og þannig að við þurfum að hugsa hvernig get ég þjálfa manneskuna til að hún geti mistið sig á þess að meðast af því við mistiðum okkur öll og öklin gerður til að velta, við eigum alveg að geta mistið okkur. Þannig að maður svona reyna að finna svolítið svona það og þannig en ég held að svona, mér hef líka, svona svo sagðir með að þeir nefndu að vildu hafa verið meiri liðleika bara fyndi ég var bara, ég veit ekki, þetta algjört innskot sko, en ég var í handbolta líka og ég var í marki og var nokkuð góð í marki á þessum tíma, ég var í A-liðinu og svona, í 7. flokki og svona, Íslandsmeistari í 7. flokki og svo var ég bara, ég bara styrð sko, og svo var það var einn svona stelpa sem var svona, við vorum svona A og B og svona, og svo fór hún að taka fram með mér sko, hún var svo rosalega liðug, en að að því að hvað ætlar að gera ég að marki í handbolta, ertu ekki liðug sko, eða þú bara, þetta skiptir alveg máli bara líka í mörgu sko. En hægt að vera ofliður? Já, svo það alltaf annaðið mitt að þú ert með svona hyperflexibility, að vantar þá það með frekar að huga að styrkja inn í, og það er hvorki gott að vera of liður en of stífur, það er svona best að vera einhvers staðar á milli. Ég myndi freka velja að vera kannski aðeins svo styrður og geta bætt liðleikan heldur en öfugt, það er stundum aðeins aðeins minna trikki með hitt sko, en svo líka svo bara með upplifun fólks á liðleika eða stífleika, að þú er oft sem að fólk svona upplifir rosalega mikið að ég er bara allt stífur aftan í læri og svona, en þá er það kannski bara að það vantar styrk og því að það er mjög oft sem að ég fæ til mig fólk bara, bara mjög dullur að tegja því að búin að vera með verkin fram á mjög minni aftan í læri en það er kannski eitthvað sem að maður ætti kannski ekkit endilega verið að gera, allavega ekki bara heldur að mynda styrkina, því að þú getur líka maður getur verið að nema eitthvað svona ákveðin stífleika tilfinningu, að þú kannski líka aftur tala líka um þessu vitundina, en það er kannski vöndun og styrk. Og svo ertu að tegja á veikan vöfða sem er ekkit endilega svona útrúlega stífur. Já. Og þannig að það er oft svona fólk er að gera það kannski bara enn verra. Að vera að tegja á okkur veiku vöða sem er bara öskra á bara ennur að styrkja mig. Þetta er mjög góða punktur. Já. En eins og, sko, ég til dæmis að ég tek dæmi mig, þá er ég með mjög stífan sóasvöða. Sóasvöðun fyrir það sem að hlusta er beygju vöðvin í mjöðum. Þess að lyfta upp. Djúpur vöðvi. Já. Hvað er þá besta ráðið til þess að, hvernig get ég styrt hann leið ef hann er best að tegja bara þar, ef hann er svona stífur? Sko það þarf að blanda svolítið saman. Það er bara, vinna þetta saman. Þú kannski eftir að losa hann með punktalósun, þú veist, kannski nuttar eða eitthvað sjókuþjálfari eða eitthvað ítir á því að þú notar bjöllu sjálf til að losa sóa sinn og svo náttúrulega losar hann líka þá í tegju. Sófategjunni eða eitthvað? Já, og bara, sófategjunni og bara, þú veist, það er að passa svolítið að einmitt þegar maður er að gera eins og sófategju útgáfur, hvað sem er upp í vegginn eða bara á gólfi og láta mjög minna síga eða eitthvað, að kannski að rúla mjög mjög undir sig, að þú veist, ég tek oft dæmi bara að prófa að fara alveg niður, bara í fett og allt saman, komið svo aftur upp, rúla mjög undir ykkur, fara aftur niður, þá bara, wow, það kemst maður ekki neitt og það er bara það, við verum að losa þar, þú veist, ekki hleypa sér bara, ég er komin í gólf, bara í fullir fettu, bara bakið takit allt saman og já, bara vinna þetta svona saman, veist, og taka svo hiflegsar æfingar, því svo maður bara losa sóa sinn, hann er ennþá veikur og hann bara fer að kvarta, hann er maður líka að taka svo liftur fyrir sóasliftur og hiflegsar æfingar og svoleiðis til styrkjan. Það hefur kannski stundum fundist það vanta í svona meira vera alltaf að losa. Ja.
Að því bara það eru bara svo margir sem vinna sitjandi allan daginn og þeir eru oft með mjög stutta þessa vöðva. Þannig að maður byrjar á því að losa þessu með áður en maður fyrir taka. Maður tekur kannski ekki bara brjálæslega styrktaræfingar inn í það. Maður byrjar aðeins að losum og tekur þetta þaðan, sko. Að því það getur valdið mjóbaksvesinni, eða ekki? Getur verið eitt af því, en það er oft svo, stundum er bara, svolítið, bara mjóbaksvandamál og allir í sama flokki. Bara hér er herbyggja fyllt á mjóbaksvandamála fólki, svo bara þetta er gott fyrir ykkur. En það er ekki þannig. Það bara er svo mikið af, þetta er svona mjög margir mismunandi afleiðingar orsakir, eitthvað sem nú er ég ruglust saman. Já, margar orsakir fyrir. Margar orsakir fyrir sömu afleiðingunni. Þannig að þú getur ekki hugsað bara eina æfingu fyrir, ég getur verið með hópa af kallmenn sem eru með mjóbaksvandamál og einn finnur mikið létti þegar ég ger þetta en hinn finnur það ekki og þetta er og það sem er fyrst og fremst það sem fólk kannski vill hafa í huga er að geti hreyft á okkur hrygginn. Er hryggurinn fara í í áttirna sem hryggurinn getur fara í, það er að beygja niður, extenda aftur fyrir sig, fara í snúningana til hliðar og þannig að það er oft sem að vantar bara svo mikið hjá fólki að fara í flexion extension, til dæmis ef ég útskýri fyrir hlustundum bara eins og cat and cow bara sem allir fjórum fótum, grippa á fetta, og þá er oft fólk að tjönka bara upp svolítið mörgum öllum bara hryggnum upp í einu og við erum kannski bara mörg ár af því að hafa ekki hreyft á sér hrygginn. Það hreyfir hann bara svolítið eins og eitt bein. Við erum hætt að ef einhver kallar á þig, þú snýrð ekki upp á hálsinn eða hrygginn, þú snýrð þér við til að skoða, hvað segir elska mín, við erum svolítið hætt að nýta líkamann, við snúum upp frekar, meira sem núna eru komna allir í bílana bara myndavélar, þannig við þurfum ekki einu sinni að snúa og kíkja við til að kíkja bak okkur, þannig að við erum alltaf að einfalda okkur lífið svo mikið, hækka stólana, hækka rúmin, að endanum þurfum við ekki að hreyfa okkur, sko. Og þetta með hrygginn, það skiptir svo miklu máli að ná stjórn á hryggnum í flexion extension, til áðurnum, til að þú ert bara, eins og segir, margir sitja lengi en það er náttúrulega bara mikið kompressaðar hryggjarliðinni bara saman og engin hryggjarliðin er ekki búin að fá hreyfingu í, og hver hryggjarliður er bara eins og ein liðamót en er svolítið að hugsa þær eins og hryggurinn, bara þetta er hryggurinn en þetta er einu margir hryggjarliðir og það er náttúrulega sér svona upplýsingakerfi kringu hvað hryggjarlið og vöðvar og svona connective tissue, hvítastöffi sem að sendir skilabóðin upp í heila hér er ég, þannig að það er mjög oft sem að fólk veit bara ekkert hvað það er statt, ef ég segi herðu, lyftu upp, snerti bakið þrýsta upp í puttan á mér bara hvað er þetta að tala um og bara velti ég bara svona hristist ykkur neginn og svona, og það bara næri ekki tengingunni við hrygginn sinn og þetta er alltaf gríðlega stór partur af líkamannum, hryggurinn allur, þannig að gætu við minnka líkur á bakmeðslum með því að bara hreyfa hrygginn, auka hreyfanleika, er það ekki? Jú, bara hreyfa okkur, bara hreyfa hrygginn og það sama á með mitt mjaðmirnar og allt þetta og ég er sérst í ég fylgi mest kerfi sem heitir Functional Range Systems og þetta kerfi er svona meðal annars helstu atriðin er að styrkja líkamann innanfrá, inside out, internal strength og fara svolítið tilbaka, skrefið. Við erum flest að æfa, að þjálfa okkur í external space æfingum, svona þessi hefðbundna æfingar sem líkaminn og við þekkjum. En það er bara mikilvægt að styrkja og viðhalda hreyfanleika inn í liðamótana og til þess að þú getur þá stækka þá space eða plásið utanvert sem þú ætlar að nýta í til dæmis bara hnébaugu eða kastíþrótti eða eitthvað öðru og en það við erum svona að þú ert með vöðva sem þú styrkir og vöðvarnir þú styrkir þá og ert sterkur og þau stækka og svoleiðis en svo ertu kannski með liðamót sem að þú er ekki verið að hugsa nógu vel og þá kannski þú nærið kannski ekki að nýta jafn mikið afli sem þú gætir verið að fá úr vöðunum af því að liðamótin eru svolítið svona stýrikerfi fyrir vöðuna þannig að ef þú ert með öxl sem hreyfist ekki þá getur ekkert gert eitthvað með henni með þessu vöðum sem þú ert búin að byggja upp í handleggjunum og svona þannig að það er svona og
fyrir utan það þá það bara svo, við erum bara með þessi liðamót í þessi 100 ár sem við ætlum að lifa og þau bara þurfa á smuri og hreyfingu að halda, annars bara missa þau eiginleika sína. Og líka minn mjög sparsamur, hann náttúrulega tökir að vera svona hálflatt, það bara svona, þú þarft ekki þess heldur, ég ætla að hætta sinna þessu þá, af því hann alltaf að hugsa svona survival og bara stöðleiki, öryggi, hann að þá sparar hann eitthvað fyrir eitthvað annað, þú ætlar ekki nýta þetta, hann eins og það oft sögðu verið sagan af geimförum sem eru sendir út, það tekið blóðpröf af þeim í upphafi og svo þegar þú komður upp og kalsími bara snarlækkar, heilin bara eitthvað, ég þarf ekki bein núna, ykkur tíma þyngdarleysinu, nú ætlum við að hætta að nota framlega efni eða setja efni út í það þannig að og þetta gerist á nokkur mínútum, heilin strax bara farin að spara ég ætla ekki að eðorka þetta og eins og bara meðþörft með náttúrulega bara ert ólétt og ert með barn í maganum, það er náttúrulega bara brjósk og eitthvað, það ekkert, þarf ekki bein inn í líkamannum, svo bara leið að barni kemur og þá fer hér, og þarf bein, við ætlum að fara að senda, þannig að það er sama á við liðamótin, þú ert með liðamót, þau að fara í x áttir, eins og bara öklun fyrir 4 áttir, niður upp til hliðar, þú ert með öxl sem fyrir 6 áttir, ef þú fer alltaf bara með öxlinni í 2 áttir, guess what, þú bara, heilin veit ekkert, hvað átt ertu að fara í mig núna? Ég hef ekkert farið í þessar átt í mörg ár og bara miklu meiri líkur og meðslættu. Use it or lose it. Já, þetta er svona klísja, en það er bara svo true, sko. Og það er bara eins með, með mjaðmirnar og það sem ég er svo mikið að koma inn á er þetta með, ef þú ert með mjaðmir sem eru ekki functional í sínum áttum, þú meina, ímyndaðar fólk í íþróttum aftur, ef ég tala aftur íþróttafólk, að þú ert að taka stefnubreitingar allan tíma og bara mjög mikið og ef að mjaðmirnar eru ekki að ná að sinna þessari vinnu sem þarf fyrir stefnubreitingar eða skot og eitthvað svona lenda og allt þetta þá þarf eitthvað starf að taka og þannig að yfirleitt það bara hnéð sem þarf að vera mjóbak þarf að vera mjöðum þú ert bara og compensation patterns eða það sem að bætir upp fyrir það er ekkert afhjörnu illa því það er alltaf til að það bjargar á líkamanns og það er bara gott að líkamann er sniður að nýta en til yngri tíma alltaf sama hreyfimynstri aftur það getur orðið of mikið álag allt í nú bara eitthvað hei, ég er hættu, ég er ekki mjöðum ég gefst upp á þessu, ég ætla bara ég komi of mikið á mig hér og þá finnum fólk til eða bakið eða eitthvað og þannig að ég steði svona mikið áhuga á þessu að sjá bara mjaðmirnar og þetta er náttúrulega eitthvað sem að maður sér líka bara á ökklarnir ökklarnir eru bara snúni þú snýpur veltir, taka öklarhringi og þú ert með mannsku íþróttum sem er fann að snúa sig og hvað er gert, það er teipað og maður vissalega dæmi sem að stelpur voru teipaðar fyrir leiki, svo fann það að vera teipað fyrir æfinga líka og svo fara í skó sem voru með stuðning og bara allt í nöðst bara hvað gerist, þú bara orðin eins og eitthvað störfóttur og því að öklin er bara ekki ökla liðmót lengur, það bara heilin er bara, hér er ekki liðamót, hér er bara ég þarf að búið til bein, við sendum bara eitthvað til að búið til bein, styrkja, mynda stöðleika, því það er engin þörf á hreyfanleika og þá mitt þurfum eldist að þá ætlar að reyna að standa upp úr sófa og þú nærið ekki að þegar maður stendur upp þá þurfum hnén að koma svona yfir tær til þú stendur upp og svona, þú getur prófað það heima en þegar þú ert búin að missa hreyfanleiki öklum, þá náttúrulega bara renna hnén ekki framfyrir til þú getur myndað þetta, þetta hreyfiferli upp og og þú getur ekki staðið upp á sófa eða staðið upp á gólfinu en fólk heldur kannski að sé bara því það er gamalt og veikburða en það er kannski stundum jafnvel bara öklin er bara hætt ekki búin að hreyfast og mörg ár búin að missa hreyfanleikin í öklunum og svona fólk svona dregur eftir sér fætunar svona eldra fólk dregur eftir sér fætunar svona hálfpartinn þetta er eitthvað sem við gætum passað bara og leggja inn þess að vinna núna en ekki en þú getur samt byrjað seint, það er aldrei á seint en þetta er svona liðamóta dæmi er svona svolítið sem að ég hef mikið áhuga á að því að gerum ekkert án liðamótana Nei. Er eitthvað algengar en annað? Er eitthvað svona algengasta vandamálið sem þú sérð? Bakið er bara mest af því bara fólk segja kannski kallmenn mest
bakvesen en ég er að þjálfa 90% kallmenn, Já, kannski ekki alveg að marka En skemmtilega, Já. þið námskeiðin þín þannig byggð upp eða það bara fleiri kallmenn sem sækja í? það er bara uppalega var það þannig að ég var með bara styrri strákar sem ég búin að vera með hana síðan 2020 og það var bara og það var bara það var ekkert eitthvað planið að vera bara með stráka og svo einhvern veginn bara var þetta svoleiðis og svo er ég svona að laða að mér konurna núna fyrst mér svona einu og eina þú veist það bara tekur smá mér í tíma að byggja upp bara fólk, konur eru kannski ekki svona ég er styrð eða þú veist, finnast það kannski en það er svona að ég fer í jóga eða þú veist og svona, það er svona, ég held að það er meira svona jákvæðara svona eitthvað element yfir svo styrði strákar svona við strákarnir við erum svo styrði, við ætlum að fara aðeins æskilu það er einhvern veginn að sé eitthvað svona ég er að ná inn konunum bara svo held ég var líka búin að hugsa að konum finnst kannski, ég nú er alhæfa sko að þú veist, eigum erfitt með að vera lélegri í ykkur og er svona fullkomnar áráttu kannski, þú veist, og vera að koma að gera eitthvað sem að maður þú veist að menn kallmennum bara svona, kannski meira sama eitthvað svona sko og þannig að ég er svona, já, meiri með kallmenn það er svona mest svona bak og en svona er svo allt bara frá bara, finnst það svona vera samt mjög mikið, bara allt sko og þú ert líka með börn og úlinga Ég er með börn og úlinga, ég er með námskeið mín eru fullorðnir svo er ég með fjarþjálfun sem er fyrir bara börn og úlinga og fullorðna líka svo er ég að taka einhver tíma þá er ég mikið að fá börn og úlinga ungmenni og er svona bara búin að vinna mikið með þeim þannig og svo hef ég líka fengið tíminn svo hópa í ykkur liði og hef komið inn í íþróttafélög og hef verið svona langar mjög mikið að miðla þessu áfram þannig að þetta geti, mér langar að þetta sé ekki allt þetta auka þetta sé ekki teigur er ekki þetta er bara hluti af komið sér það snemma inn af ungmenni og eitthvað svona þetta er bara hluti af æfingur þetta er ekki eitthvað svona nú þurfum við að fara að taka þessa æfingarna frá Lilju þetta á bara að vera hluti af prógraminu eins og er kannski þekkis meira kannski í fimmleikum eða frálsum eitthvað svona þar er bara meiri kannski búið að vera lenskan í svona hreyfaleika svona hreyfi teigjum og svo leið sko og En fjarþjálfun sem þú talar er það kannski góð leið fyrir almenning til að byrja? Já, það er bara mjög góð leið til að byrja og það er alltaf mjög gott að ef að fólk hefur tök á og vill að koma í einhver tíma samlega því og þá er maður svona búin að kenna lingóið og maður fer yfir svona líkamann ég get sagt hvað kannski áherslunar eru og þá er auðvitað að fara inn á svæðið en annars er þetta ég hef með bæði svona blandaðar æfingar sem ég hef verið bara kannski hálftími af alls konar og svo er ég líka með bara það sem ég búin að taka upp sér fyrir liðamót og vöfða hópa bara afturnilegri innsnúningum hjá mér þannig fólk getur svolítið bara eins og banki bara svona það sem við vill taka á sko en er svona mér langar líka að koma þess inn á fyrst ég byrja sko að með meiðsli og annað að að þú veist, líka minn, þú veist, hann veit ekkert að hann sé með liðmót, þetta er alltaf bara allt tauga, þú veist, og engin hreyfing er nákvæmlega eins, líka minn, þú veist, þó svo að það sýnist svo, þú kannski gert með eitthvað til framæði og þið sýnist að vera hreyfis nákvæmlega, það er í rauninni inn í ekki allt nákvæmlega eins að gerast. Ertu að meina ef ég var að sveifla fætunum mínum fram og tilbaka einhverjum sinnum, þá væri hver hreyfing ekki eins? Já, eða og eins og ef að þú verður kannski að taka golfhögg eða þú verður að gera hnébæju hnébæðin, hver einasta hnébæ er ekki nákvæmlega eins innan taugakerfisins inn í líkamann og og þú veist það er svona, já, það er ekki nákvæmlega sömu hreyfiferðlar í gangi og þó að það líti kannski út fyrir það fyrir öðrum og það skiptir það sem ég reyna að segja kannski er að það skiptir máli að fjölga þessum tólum sem að líkamann hefur til að vinna úr til exekuta hreyfinguna. Þannig að ef að þú ert, þú veist, þú ert með eins og tökum golfaran sem dæmi og svo hann er að fara, hvað er hann að fara að gera? Hann er að fara að slá kylfu, þú veist, slá golfbolta, þú veist, með kylfun, hann fara niður með hendurnar, þú veist, og gera golfsveifluna og þá bara heil með þetta verkefni, þú veist, ég er að fara að gera golfsveiflu og ef hann er með, þú veist, axlir sem eru vel hreyfalegar í, þú veist, góðum gráðum, með hrygginn, þú veist, í góðum snúning, flexion, extension,
mjaðmurnar réttast vel og opnast, með mjaðmurnar sem snúast vel inn og við og annað og svona rassvöðin bara vel virkur og svona, þá þú veist, náum við svolítið að draga úr álagsmeiðslum af því að þá hefur líkaminn meira úr að velja fyrir hver einustu hreyfingu sem hann gerir. Þannig að þú ert að taka kannski 100 gólfsveiflur. Þú veist, ef hann hefur fleiri tól, fleiri gráður í mjöðmunni, fleiri gráður í hryggnum, fleiri gráður í öxlinni, til að vinna úr fyrir hver einustu hreyfingu, þá er miklu dreifðara álagi á kerfið. Þannig að þú veist, það skiptir líka máli að þú ert með bara mjöðm sem hreyfist bara svona pingu lítið gráður upp og niður, þú veist, þá ertu bara þá er heilin, taugakerfið miklu minni bara val hvernig hann leysir úr því verkefni sem hann er með fyrir fram að sig. Að þá er náttúrulega bara meira álag á alltaf sama svæðið. Þannig að það er svona sem fólk getur líka hugsað. Við erum náum að stækka við náum að stækka svona internal space, eða svona capsular space, eins og þú séð þegar liðmótin mætast, svona pláss á milli, sem að, þú veist, við erum að stækka það, sem stækka svo þetta range of motion út af við. Gerst það með styrtaræfingum í tegjum? Eða skilur? Já, þá ertu með, já, við erum með svona eins og liðmótarhingi sem allir byrja og allir að gera daglega, bara allir. Og svo er þetta að progressa þá í að gera þá aðeins erfiðari og svo fer maður inn í endrinstöðunar sem ég sagði, og hann styrkir inn í því til að reyna með þetta augur að fara alltaf inn í snýrði upp á þannig að mjög fara alveg inn í innsnúning, býr til styrk þar, stækkar, já, þannig að við notum þetta til að búa til þetta meira capsule space sem stækkar þá external space. Það hefur verið gott að vera með vídeo núna. Já, hvað er betur sem ekki að sína bara skilja þetta. Já, þetta er þú sendir bara eitt vídeo sem við fáum byrta með þættinum, eða ekki? Jú, ég bara get gert það það er bara minnsta máli og það er bara, já, hann er svona og svo langar mér að koma kannski inn á með meiðslin og ég haldi áfram bara með einræðinu mínu hérna. Já. Ég er svo spennt að segja frá þessu. Já, ég sagði upp að ég væri mjög ástríðufull, þannig að ég er búin að hetsa mig fyrir þessu. Skemmtilegt. En já, að það er sérst með meiðsli, þú veist það sem ég langa að koma bara pínu inn á er, þú veist, því ég er búin að aðstofa mikið í íþróttafólki sem hafa verið lendi í meiðslum og náttúrulega búin að vera í íþróttum lengi sjálf. Og það er svo ótrúlega áhugavert að sjá bara, það er ótrúlega mikið sömu meiðsli sem það bara siggar alltaf með ökklavandamál og Pétur var alltaf með náravandamálið og þú veist, það er einhvern veginn bara, fór nárun aftur eða hamstringa, þannig að ótrúlega áhugavert að pæli því, og og mér finnst svona eins og kannski oft þá þegar þú meiðist, þú varst okkur 0 punkti og þú meiðist og þú svona fellur aðeins tilbaka, segjum bara -15 og svo ertu í endurhæfingu og þú ert bara svona látin gera alls konar endurhæfingaæfingar og það er svona að bíða og kæla og bíða og svo bara ertu að vinna þig að 0 punktinum og þá byrjar bara aftur að stað og byrjar bara að sama þú veist að gera, bara byrjar að fara á fótboltaæfingu eða handboltaæfingu bara nákvæmlega en þau kannski ekki búið að vera að spá í því að manneskinn meiddist þarna í 0 punktinum þannig að þurfum við ekki að fara lengra með hana fara sér plus, plus 10, plus 15 til að reyna að fyrirbyggja kannski að hún meiðist það því að það var vantaði að klála eitthvað inn á álagi þarna eða að hún þoldi þetta álag eða hann að það er svona þetta sem að fólk gæti kannski haft í huga að við þurfum að svona styrkja líkamann og liðmótun og vöðvakerfi fyrir það sem að er framöndan svo ég tala aftur áðan og þú mistiði þig þú ert í íþrótt sem að þú getur mistiði yfirleitt mistiði þig með eitthvað álagi það er eitthvað sem að klafs, eitthvað hendist á þig eða eitthvað og þá þóttu kannski að þjálfa öklan aðeins meir heldur bara að gera hringi, þú ert að svona setja álag og hann kannski þróa þannig að þú getur teka öklahopp og svona fara út á jarkana labba á jörkunum mikið, labba þingur á jörkunum kannski mögulega þróa þannig byggja þannig að þú gætir að hoppa létt og á jörkunum þannig að svona reyna að hugsa þetta svolítið ekki flýta okkur mikið af stað og það er náttúrulega pressa fá bara óvænt enginn að reyna allir gerst besta en bara svona hvernig getur þú byrja aftur Sigga ég er alveg að fara að byrja aftur og íþróttiðkandi er náttúrulega bara mjög spenntur að byrja aftur og sérstaklega ert í liðsíþrótt og ert í liðsíþrótt og náttúrulega ekstra mikið þannig en svona en það er svona til lágmarka líkurnar af að meðist alltaf aftur á sama stað en náttúrulega það er eitthvað ástæði fyrir að fólk meðist alltaf aftur það er bara það er ekki að fara lengri inn í endurhæfingu, það er ekki að ekki að finna rót vandans kannski já, eitthvað, bara er ekki að styrkja nógu mikið fyrir það álag sem þarf
þú veist, hann kannski nóg fyrir Pétur, veltum sömunöfni sem að bara bara ekki íþrótt, hann bara heima og vinnur og fer aðeins út að skokkastund, þú veist, það kannski nóg en þú ert kannski, ef þú ert að þjálfa einhvern fyrir íþróttina sem þú veist, þarf að geta brugðist meira álægi og meiri, þú veist, þegar verður fleiri leikir eða eitthvað svona þarft að ná tímatöku eða eitthvað, þá þarft að byggja líkamar þannig upp og liðmótin til að geta brugðist við því álægi sem þarf að komast, sem kemur. Og, veist, og þegar veist, við meiðumst, þá viljum við koma sem fyrst inn, byrja einhverju hreyfingu inn í liðmótin og vöðana, af því að þú veist, það oft kannski getur verið þannig að bara kæla og bíða og svona eftir ykkur 2-3 vikur fer það að hreyfa sig, en þá kannski á meðan búið að vera alls konar að gerast. Líka mér náttúrulega bara, eitthvað skemmt issue, ég ætla að fara að repera þetta og ef maður sendir ekki þessi boð þessa hreyfingu sem þarf, þá fer kannski líka mann að senda frekar þessi svona ekki alveg bestu, þú veist, þræðina sína sem að þarf til að byggja upp, eða frumyndna til að byggja upp þennan vöðva aftur, þú veist, í réttri línu, og þannig að getur verið svona kannski svona örvefir sem getur myndast. Þannig að það er svo mikilvægt að fara eins fljótt og læknir eða sjúkur til að leyfa, að byrja aðeins að hreyfa þetta, byrja að senda skilabóð, hei, hér er ég þú veist, endilega sendum við vöðvaþræði sem við viljum að leggja í beinni línu, réttri línu, eða svona, þannig að svona, ekki bara bíða á lengi, þú veist, einhvern veginn þannig. Þannig að, og svo annað sem ég hef fundist kannski sem að mætti taka til ef við erum svona, með íþróttunar er að æfa, þjálfa líkamann fyrir íþróttina sem þú ert að æfa. Hvað þarf líkaminn að geta framkvæmt fyrir þína íþrótt? Og það er stundum kannski svolítið svona almennt inn í svona styrktarþjálfun bara, þú veist, tökum hnébaugarnar okkar og allt þetta sem er bara frábært og gott og gilt og með, en kannski er það ekkert að fara að hjálpa ótrúlega mikið hvað komur þungt í hnébauginni ef að mjaðmurnar er ekki, þú veist, að snúast vel og eitthvað þannig. Þannig svona taka það inn í undirbúningstímabilið líka, fara inn í þessar hreyfiferilinn. Já, bara styrkja inn í liðmótin og styrkja hipflexorna. Það var oft sem ég fæ til mín kannski fótbolta fólk og körfubolta sem eru með illt fá svona verki framan á mjöðumina, svona pinsingverki, svona klemmuverkir, stingir framan á hipflexorinn og þú veist, kannski búið verið að gera alls konar hnibbur og allt og styrkja, en kannski ekki búin að vera að styrkja hipflexorinn í styttingu og lengingu. Bæti ykkur svona við til að að því að þú veist, þú ert í hlaupa íþrótt, þú ert mikið að hlaupa, hipflexorinn er alltaf að vinna, bara aftur fram og í körfubolta þú ert að hoppa, þú veist, þannig að þurfum að styrkja þessa litlu hluti líka, samhliða þessum svona, að því það er svolítið svona að vera að nota íþróttir eins og kraftlyftingar eða crossfit í bara, hey, hérna körfuboltafélag, við viljum að taka kraftlyftingar í undirbúningstímabilinu, það er alltaf bara sér íþróttagrein, en þú veist, þá er ég að meina bara ekki kannski kraftlyftingar, en svona bara þessar lyftingar og olímpískar og crossfit, en það er svona hversu vel nýtist að akkurat manneskjunni í íþróttinni, bara hafa hitt með, myndi mér langa bæta við hjá bara svona sérhæfðari. Já, bara svona fyrir það sem að því að við erum með forráðsmeiðsli, að því að þess að ég sagði með nýjameiðslin, ef að mjaðmirnar er ekki, þá verður við bara að taka þá verður hnéð bara að verða fyrir barðin á því, gefst upp á því öndanum og svona. Þannig að já, það er svona svona sem ég hef ég svona hef heit fyrir þessu langar að koma þessu svolítið inn í. En er eitthvað svona í lokin kannski varandi almenning? Já. Sem við getum farið yfir það er þá aðalega bara að hafa hreyfigetu fyrir daglegt líf. Já, þú veist, einmitt bara eins og til dæmis að geta klætt sig í sokka, kannski reyna við halda því standandi, þú veist, vilja kannski geta leiki við börn eða barnabörn á gólfinu, staðið upp á þess að þurfa að skríða næsta stól til að hjálpa sér upp, þú veist, það er alls konar svona dæmi sem er fyrir almenning sem að skipta miklu máli, eins og ég sagði líka áðan, viltu koma með mér yfir Fimmvörðuháls? Já, ekkert mál, þú veist, þetta frelsi að geta bara gert það sem þú vilt og vera verkjalaus, þú veist, ég elska að ég elska að fyrir tennis og
já, ég hef líka búin að þjálfa öxlina og herðablöðin allt í að því ég get verið eða þú veist, að vera svolítið svona þú veist, að hafa hennar hreyfanleika fyrir daglega lífi líka og náttúrulega fyrir vinnuna sína að geta, þú veist, eða þú ert að standa í vinnu eða sitja í vinnu, við þurfum öll á þess að halda, ekki bara íþróttafólk að spá í þessu. Bara eins og þegar við vorum að vinna saman sem flugfreyjur. Já, akkurat. Það var bara stundum að lyfta svakalega þungu töskum upp í hattrakk eða loka sem þungu hörðum eða opna eða það var ekki nema að vona að maður heyrði mikið af axlameðslum og tennisólbóðum og annað. Það var enginn búin að taka okkur að axlaliðmóta hringi fyrir sem uppbytun fyrir að vinnuna sko. Og heldilega kaffi sko með öxlina upp í sko eyra. Alls ekki gott. Alls ekki gott og endurtekið í mörg ár. Þannig að það verður bara mjög gott einmitt að bara eins og fyrir flugfreyjur, bara taki axlarhringin ykkar, liðmótarhringina, þú veist, taki svona, bara einmitt, vika vinnur, þú veist, hvað þarftu fyrir þitt líf og svona þinn daglega líf og eða áhugamál og svona. Þannig að það er svona margt sem er hægt að gera til að líða bara betur og líka sem ég hef oft heyrt, mér líður bara alltaf svo, ég verð svo glaður eftir tímana þína. Það er svona, þetta leysir eitthvað út, sko. Sem eru svona viðkvæmir en samt svona glaðir og svona þjálfun getur svona maður þetta losa hluti og þú veist, þú ert að losa bara margt í leiðinni, sko, held ég. En ég ætla enda að spyrja þig, sem ég spyr alla, þú er örugglega heyrt það. Hvað er heilsa fyrir þér? Já, hvað er heilsa fyrir mér? Heyrðu, já, þetta er svolítið stórt hugtakið mitt, hvað er heilsa? Og myndi alveg svona svolítið mismundu hvernig maður myndi svara þessu núna þessu æviskeiði versus kannski að þú spurt mig fyrir 10 árum sko. Akkurat. En fyrir mér í dag er þetta svolítið andlega heilsan. Bara að líða þannig í kringum, þú veist, ástvinni og krakkana mína að ég sé þess að þegar ég er að brosa eða hlæja eða finnst eitthvað strákurinn minn er að krúta yfir sig eitthvað og ég er alveg, þú veist, að líða í samræmi við það sem ég er að sýna. Það er svolítið erfitt útskýrt að vera eins hamingjusum og ég er að sýna, veist, og svo ég er en að finna það, veist, að þegar ég hef svona verið uppi að svona kannski síðust árin að vera svona ekki alveg í sömu tengingu við sjálfum mig með þetta, að vera kannski, ég er hamingjusum, ég er þakklátt, ég er að horfa á þessu börn og hlusta á sögunar og dást, en er samt meðvituð hvernig mér líður á meðan. Svona, okkur líður mér vel, okkur líður mér ekki eins, okkur er ég ekki eins hamingjusum sem ég er. Tilfinningin, svona pjór. Og svona þegar maður finnur það, þá er maður svona, aha, þetta er heilsa, að vera þarna, því að þú veist, þetta er svona þreytandi að vera svona meðvitaðar líðanina sína oft á dag, bara, þú veist, og við stæðum fyrir uppi svona tæra gleðitilfinningu yfir mómentuna sem er í gangi. Og þannig að mér finnst það svona að vera, að geta farið gegnum daginn á þess að vera bara, hvernig líður mér, eitthvað, svona þreytandi. Mér er að díla við kvíða og annars eins og ég hef gert svona síðustu ár. Og ég er svona, auðvitað bara eins og ég finna með svefni það hefur áhrif á þetta, svona, að það tengist inn í kvíðan líka, að maður finnst ég svona, hafa aðeins sem betur stjórn á því að maður nær því og öndun, að ná þess nú er í staðan fyrir að taka alltaf bara náttúrulega anda, einu svona dag alveg taka þessu öndu, þá er ég bara líka að reyna að taka bara yfir daginn, bara er ég að anda coherent, er ég að anda 4-6 út, ég er bara að reyna að gera þetta eins oft og ég man yfir daginn, að reyna svona að koma svona litlum hlutum inn en ekki bara alltaf að taka allt með drukki sko. Og og ég svona einmitt hef bara rekið með það oftar en ekki að ég þarf að gefa mig tíma fyrir sjálf á mig, það er gerðilega sem ég þarf að huga að heilsunni. Þó svo að mér svona, eins og ég er að þjálfa, mér finnst þetta gaman, ég er að hreyfingu, þannig að ég svona, ég þarf ekki að æfa, eða þú veist, er alltaf í lagi, ég er að komast upp með þetta, en svo bara nei, ég þarf að fara, fyrir mig bara, ég er bara með tónlist í eyrunum eða ekki, eða bara gera eitthvað, þannig ég er svona búin með þessu tilkoman, að passa, það hefur komið aðeins mér inn, fara sjálf, og svo bara, sem betur fyrir að maður er ráðin fertugur, þannig að maður er svona, eins og ég hef heilt í tala í viðtölum við aðra, bara svona, maður er komin inn á stað að maður getur bara, nei, ég ætla bara að fara í gufu, þú veist, í dag, eða nei, ég ætla bara að horfa á Netflix, þú veist, þetta mildi er alveg komið, þú veist, þó svo að ég þurfa að sýna mig mildi með margan hátt annars, að það er í samt komin í þetta frelsi með þetta, og það byrjaði bara að því var með svo mikið keppniskap fyrir
já, með mikið keppniskap og það er svona stundum getur verið erfitt að vera með ómikið keppniskap, þú kannski þekkir það. Þannig ég var svona, þurfti eiginlega að taka á því bara og svona, fór bara svona snúa, svona, ég ætla að reyna ekki að æfa eins 5 sinni í viku, bara, ég ætla ekki að vera lengst í gufunni, ég er engin í keppnum, þú veist, og þannig að ég svona þurfti að fara í það eins að hérna, þá hefur við svona lært þetta frelsi bara svona, vá, þú veist, mér líður bara ótrúlega vel að vera ekki svona gym rat eða svo maður segir, bara svona háði að fara til að fara aftur, þú veist, en ná aldrei svona veljan á þess að fara, en samt þarf maður að hreyfa sig, þannig að þetta er svona, maður þarf að svona, huga þessu bæði, en svo er þetta svona eins og segja þetta er svolítið svona stórt, þetta er félagslega heilsan og þetta eru hérna, þú veist, matar að það er þokkulistandi og það er hreyfing og andlega heilsan, þú veist, mér finnst við þurfum að passa okkur að nú við þurfum að sækja svolítið meira inn á við erum andlega verur, það var andlega í öllar okkar forverður mikið trú, þú veist, bara, og við erum svolítið búin að fara fjær því, þú veist, að því að þú veist, það er ekki cool að vera trúaður núna, þannig að við erum svona í leiðinni held ég svolítið kannski hefur gest að við höfum svolítið farið frá þess að trúa eitthvað æðra eða þú veist að biðja eitthvað og þakka svo fyrir eða þú veist, þannig að mér held að það sé eitthvað sem við getum líka upp andlega heilsu að tengjast einhvern veginn aftur ykkur innsæi og eitthvað svona og svo þú veist við þurfum að vera líði vel í hjónabandinu og þú veist erum hérna foreldrahlutverkið, þú veist ef við erum eitthvað með samviskupið í börnunum, þú veist það líður okkur ekki vel og hérna þú veist ef við erum ekki hitt að vinna þá vantar okkur alltaf eitthvað næring og maður finnir það og svo ef að vinnan að kaffar okkur, þú veist þá náttúrulega bara femmar að missa hina boltana sem að skipta mestu máli sem hefur það önnur áhrif og svona þannig að þetta er svona verður vítarhingur þannig að það er svona ég held að sé bara einmitt þú veist svona heilstætt að þetta sé eitthvað svona ákvað jafnvægi í þessu öllu saman til að við séum svona heilsa annars held ég bara frelsi heilsa fyrir mér þú veist að vera frjáls frá hugsunum mínum frjáls þú veist til að gera þú veist það svona heilsa svona ultimate heilsa held ég sko að vera þar sko en ef þú hefur spurt mér fyrir 10 árum þú veist það bara hreyfa sig 5 sinni í viku þú veist borða hálf nammidagur á laugardögum þú veist eitthvað svona eitthvað basic sko einmitt þannig að þetta er svona já svona heildætt en í svona andlega heilsan líða vel bara vera hamingjusöm þegar ég er hamingjusöm þú veist ekki að hugsa er ég hamingjusöm já þú ert hamingjusöm skilu þú veist að út af streitu þú veist þannig að bara vera í mómentinu og líða eins og mómenti segir manni þú veist þannig að núna er ég bara búin að vera síðustu mánuði að vinna í því að ná fleiri þannig dögum til að þú veist líða bara betur sem að já skila mér vonandi betri í bara öllu hinu dásamlegt að heyra erum við þá ekki bara kofera ansi margt já, þú veist, við bara erum þú veist, alveg bara með þetta sko ég gæti verið í allan dag samt sko þetta er svo skemmtilegt gaman að fá komik sem maður getur bara tala um sjálfa sig og það sem maður gera en ég var alveg til ég kannski að fá þetta með lokaorð já, ég bara alveg til ég að fólk myndi kannski líka láta að vita að ég er að fara í hreyfiferð Hreyfiferð? Já, bara örstutt, ég er að fara með svona aðeins fá að nýta plattformið sko ég er að vera með svona kvennaferð ég og vinkonum mín erum að fara til Króatíu og við ætlum að vera með geggjaða ferð í lok maí þar sem við ætlum að hafa svona skemmti luxus nærandi veljunar ferð þar sem við ætlum að reyna að finna svolítið leikin í sjálfum okkur en mér finnst stundum við konur okkur finnst gaman að leika okkur fannst það við stundum höfum kannski ekki leyft okkur að sinna þeirri hlið af því við erum bara á 3. vaktinni, 4. vaktinni og svo fara kallandir í bumbuboltan þú veist en við erum svona við ætlum að reyna við ætlum að hafa gaman fara í padel sem er svona þú veist nýja hitti svona eins og borðtennis og tennis svolítið saman og bara leika okkur og ég verð með mínar æfingar úti og hún er með vinkonum mín Unnur er með svona yin-yoga blandu því saman og svo ætlum fyrst og fremst bara mitt þetta er svona skemmtiferð / ég ætlaði sko að auglýsa þannig ekki heilsuferð en þetta er auðvitað heilsuferð en samt bara hver fyrir sig bara fyrst og fremst að fá konu til að nærandi ferð nærandi og skemmtileg ferð nokkar bara minna á það ef ykkur er nokkur lustpláss eftir sko. En gaman já, ég er mjög spennt og bara draumur að rætast að fara í svona vonandi fyllist bara í þessa ferð já, ég trúi bara takk fyrir að gefa tíma Lilja, takk fyrir að koma takk innilega fyrir að fá mig, bara ótrúlega skemmtilegt og ég er alveg vissum að þeir sem er að hlusta þessi orðin margsvísari ég vona það, og bara ef ekki sendið mér post ég hef gaman að tala um þetta en ekki svara nema nei svo svara ég bara á virkutónum milli 8 og 4 ok, alright, takk fyrir
Mér langar að lokum að hvetja ykkur sem er á Instagram að henda í eitt follow á Heilsuerla.